Matthías, alveg fyrsta tap tímabilsins kom hérna í undanúrslitum bikarsins, hvernig bara gerur leikinn upp? Bara hrikalega svekkjandi úrslit. Það er aldrei gaman að tapa í undanúrslitum þegar þú ert komin svona nálægt markmiðinu sem þú setur fyrir tímabil. Þannig að við erum bara gífurlega svekktir með að vera dottnir úr þessari keppni. Fannst svo sem leikurinn mikið jafnræði. Mér fannst við ekki ná að opna á nógu mikið. Fengum alveg vissulega færin í fyrri hálfleik sem að þeim geta nýtt. Fannst við ekki í seinni hálfleiknum ná að opna á eins mikið og við höfum verið að gera við önnur lið og við höfum verið að gera upp á síðkastið. Hvað veldur því eigum við bara eftir að skoða nánar. En mér fannst samt sem aður orkustigið í leikmönnum flott. Þetta er náttúrulega getur verið erfitt að spila með svona stuttum fyrirvara. Þess vegna reynum við að rótera í liðinu til þess að fá upp orkuna og ekkert að setja út á þá sem að komi inn í liði í dag. Þannig að það bara svona fannst eins og þetta hafi ekki fallið með okkur. Þeir skora eftir smá klaufagang hjá okkur og ná fórustunni og þá þurfum við auðvitað að reyna að finna einhverja lausnir að henda mörgum leikmönnum fram og þeir refsa bara fyrir það. Sérstaklega fyrstu 2 mörk blika, þú veist, eins og segir, þetta er klaufalegt, ekki satt? Jú, þetta er bara, ég meina þannig er bara fótbolti og gerir mistök og þeir eru refsa fyrir. Ég vil koma mörkin upp úr einhverjum mistökum og því miður voru við sem gerum mistökin í dag. Hvernig, bara svona, gerir 5 breytingar frá 50-deginum, þú veist, eftir að ekki einhver mistök í liðsvalinu? Ég skil spurninguna vel og en ég bara met byrjunarliðið út frá þeim gögnum og álagið sem að menn er í og staða á leikmönnum og met þá bara það hvað er besta liðið til að vinna og ég stend alveg við þá ákvörðun að byrja með þetta lið og en þú veist, það voru, þeir stóðu sig frábærlega vel, ekkert að setja út á það. Við vorum sterkari aðilinn í fyrri hálfleiknum með alla þessa leikmenn, en það er bara, þú veist, við þurfum að dreifa mínútum á milli leikmanna og finna þá leikmenn sem eru með mesta orkustigið og þetta er liðið sem ég taldi vera best til þess að byrja leikinn og ég stend við það. Þú veist, það fer að koma júlí, fyrsta tap tímabilsins, þú veist, eitthvað fínt við að fá bara reality check? Það er aldrei gaman að tapa og þú vilt alltaf reyna að komast hjá því en við þurfum bara að nýta þetta tap eins og við gerðum síðasta skipti þegar við töpum á móti Brøndby. Við nýttum það vel, við nýttum þessa slæmu orku í að breyta henni í góða orku og standa þetta saman og þetta svona, nú mun komið ljós úr hverju við erum gerðir, hvernig við munum bregðast við þessu tapi. Við getum ekki látið þetta úrslit þess eins kvölds skilgreina alla vinnuna og það sem við erum búin að gera fyrir. Við erum bara á vegferð núna sem að við erum með markmið fyrir framan okkar og við erum bara að halda áfram á henni. Þú veist, ekkert voðalega sáttu með frammistöðuna hérna á 50-dag, núna tap, þú veist, hefur þú einhver áhyggjur af þessu? Af hverju þá? Bara, þú veist, slæmt frammistöð að þú veist ekki sáttu með frammistöðuna á 50-daginn og síðan tapiði hér í dag, þú veist, áhyggjur að þetta halda? Mér fannst frammistaðan betri í dag heldur fyrri hálfleikurinn í síðasta leik. Munurinn er bara að Breiðablik voru sterkari í dag heldur en þau voru í þeim leik þegar ég var ósáttur. Þá sá ég bara fullt af dauðafærum sem við geta nýtt okkur til þess að koma okkur í ennþá betri stöðu í fyrri hálfleik. Mér fannst við droppa alltaf á þeirra level í þeim leik en í fyrri hálfleiknum og það var það sem ég var ósáttur með. En þetta var allt öðruvísi leikur, þeir spila allt öðruvísi kerfi, þeir voru þéttara fyrir og þetta er margt í leiknum okkar sem að ég hefði viljað að strákarnir gera betur. Það er alltaf þannig en vinnum framlagið og svona einbeitingin í þessum leik fram að kannski mörkunum, þá var ég sáttur með. Sóttu Eið úr Keflavík á dögunum, mikill fengur að fá hann? Já, bara flottur leikmaður, hörku talent sem að getur nýst okkur, þannig að bara gleðiefni fyrir Víking að fá hann. Já, svona dag að hann fór í KR, þú veist, voru þið mikið í baráttunni að stóð valið á milli hans og Eiðs eða eitthvað þannig? Nei, við vorum ekkert þannig séð mikið í baráttunni, þetta heyrðu við í honum og skoðum möguleikann en svo var tekin ákvörðun að fá hann ekki. Takk fyrir það. Takk fyrir það.